Nýsköpunarsjóður er síst minna virði í dag heldur hann var við stofnun fyrir 25 árum síðan. Nýsköpunarsjóður hefur verið hornsteinn í nýsköpunarsamfélaginu á þessum tíma og komið þannig að fjármögnun og fjárfestingum í mörgum sprotafyrirtækjum sem hafa orðið að stöndugum félögum og skapa þannig virði inn í samfélagið. Á vegferð sinni þá koma flest nýsköpunarfyrirtæki að þeim stað að það vantar að brúa þetta bil sem er gjarnan frá styrkjum yfir til fjárfesta og þar hefur Nýsköpunarsjóður gegnt mjög mikilvægu hlutverki á sinni vegferð. Á þessum 25 árum sem Nýsköpunarsjóður hefur starfað hefur hann komið að fjármögnun 200 fyrirtækja og mörg af þessum fyrirtækjum eru stór og stöndug félög í dag sem hafa svo sannarlega skapað virði inn í samfélagið. Mikilvægi Nýsköpunarsjóðs felst kannski í því að brúa þetta bil sem gjarnan þarf að brúa frá þessum styrkjum yfir í fjárfestingar og að því leytinu til að þá Nýsköpunarsjóður ekki í samkeppni við aðra fjárfestingaaðila út á markaðnum. Heldur lítum við svo á að við séum að undirbúa sprotafélögin undir það að vera betur bær til fjárfestinga. Við vitum það að efnahagsumhverfið tekur kollsteypur og dýfur og það ekkert endilega að það haldist í hendur við þá framboð fjárfestingakosta til að mynda inn í nýsköpunarumhverfinu. Þarna vil ég sjá Nýsköpunarsjóð geta boðið fram sem öflugasta búðaborðið og sem flestar leiðir til þess að styðja við og efla þannig nýsköpunarsamfélagið. Ég held að almennt sé framtíðin björt fyrir nýsköpun og almennt að þá hafi aukið skilningur af því hversu mikilvægt það að halda nýsköpun gangandi og halda úti öflugu nýsköpunarumhverfi og auðvelda og auka þann kost sem sprotafyrirtæki hafa til þess að fjármagna sig.